Önnur stærð sem við líka geta dregið ályktanir er skurðpunkturinn, þýði skurðpunkturinn. Þá viljum við oft geta reiknað öryggisbil fyrir hann. Og takið eftir því að hér öryggisbil reiknað á mjög svipaðan hátt og þið séð áður. Við erum með matið okkar og takið eftir því að eins og áður þá notum við B0 sem táknið fyrir matið okkar á beta0. Þetta er úrtaks skurðpunkturinn, ef við getum hugsað sem svo. Þetta er skurðpunkturinn sem við reiknum út frá úrtakinu okkar. Tökum þann skurðpunkt og annaðhvort drögum frá eða bætum við einhvers konar mati á staðalfráviki sinnum sinnum stærð sem fylgir T-dreifingunni. Og takið eftir því hvað þetta er líkt því þegar við erum að reikna bara öll önnur öryggisbil sem þið séð hingað til. En núna verður formúlan fyrir staðalfráviki ansi flókin og þetta sömuleiðis gefa tölfræðiferðir okkur oft. Þá erum við komið með eins konar mat á öryggisbil fyrir þýðir skurðpunktinn. Þar að segja við erum ekki bara með akkúrat mat á skurðpunktinum sjálfum, heldur öll önnur gildi sem við teljum að séu sennileg. Við viljum sömuleiðis geta reiknað öryggisbil fyrir hallatöluna og oft viljum við raun og veru enn frekar geta reiknað öryggisbil fyrir hallatöluna heldur en skurðpunktinn vegna þess að við reynum oft meira að túlka hallatöluna heldur en skurðpunktinn. Hér kemur mjög sambærileg formúla, takið eftir að við erum með matið okkar á hallatölunni sem við fengum út frá úrtakinu okkar og að við annaðhvort drögum frá eða bætum við stærð þar sem er einhvers konar mat á staðalfráviki sinnum stærð sem fylgir gildi sem við flettum upp í töflu T-dreifingarinnar. Það er mjög algengt að við viljum geta fullvissa okkur að stærðin á B1, það er að segja hallatalan okkar, að hallatalan sé ekki 0. Og hversvegna viljum við það? Jú, ef hallatalan er 0, þá þýðir það að við margföldum skýribreytuna með 0. Og ef við margföldum einhverja stærð með 0, þá fáum við alltaf út 0, sama hver talan er. Þannig að ef hallatalan er 0, þá erum við raun og veru að segja það að hvert gildið er á skýribreytuna x hefur ekki nein áhrif á það hvað við teljum að gildið á y sé. Ég fer tilbaka í formúluna. Ef að þessi stærð hérna beta1 væri 0, þá margföldum skýribreytuna með 0 og það er bara jafngilt því að taka hana út úr líkaninu. Þannig að ef þessi hallatala hér er 0, þá er ekkert samband milli svarbreytunar og skýribreytunar. Það er svona rosalega algengt að við viljum reikna öryggisbil fyrir þessa hallatölu og gæta þess að 0 sé ekki inn á öryggisbilinu. Alveg eins og þegar við erum að reyna að bera saman til dæmis meðaltölu í 2 hópum og viljum passa upp á að öryggisbili fyrir meðaltalið innihaldi ekki 0, því ef það inniheldur 0 þá er engin munur milli hópanna tveggja. Við viljum líka geta reiknað það sem kallast spábil fyrir framtíðarmælingar. Og hér erum við komið með enn flóknari formúlu. En þetta er ennþá sama hugmyndafræði og áður, að við erum með eitthvað mat, en núna er matið okkar, ef ég er með spábil fyrir einhverja framtíðarmælingu, það er að segja að ég ætla að segja ef að ég gef mér eitthvað gild á skýribreytunni. Fyrir eitthvað gefið gild á skýribreytunni, hvað held ég að sé mögulegar útkomu fyrir svarbreytuna? Fyrir eitthvað tiltekið gildi á skýribreytunni eins og þegar vorum að skoða ummál trés og rúmmál timbursins eða gefur af sér. Segjum svo ég viti núna að ég sé með tré sem er 10 cm í ummáli. Hvað býst ég við því að sé breytilegt rúmmálið á timburinu sem ég fæ út? Það reikna ég þá með því að fyrst reikna matið samkvæmt jöfnunarskriflínunar og það er þetta við köllum stundum punktmat. Punktmatið hér innan í sveganum. Svo annaðhvort dreg ég frá eða bæti við gildi úr T-dreifingunni og hérna er ég með mat á staðalfrávikinu, raun og veru, staðalfrávikinu fyrir
óvissunu í framtíðarmælingum. Passið ykkur að svona spábil fyrir framtíðarmælingar, það alltaf víðara heldur en öryggisspil okkar fyrir matið á hallatölum og skurðpunktunum. Því hérna erum við bæði með óvissuna í matinu á stuðlunum sjálfum, hallatölum og skurðpunktunum. Það bætist líka við, takið eftir hér, SE, og hvað var það? Jú, SE var matið okkar á óvissunu í mælingunum. Frávikin sem að mælingarnar eru frá aðhvarfsgreiningarlínunni, óháð því að við séum með einhverja óvissu í því að meta nákvæmlega rétt gildi á stuðlunum. Og að lokum þá vil ég fjalla um það tilgátupróf sem að við gerum oftast. Og það mjög algengt að við viljum prófa 0 tilgátuna hvort að hallatala sé 0 eins og ég var að lýsa áður, sem við getum reikna með að reikna öryggisspil fyrir hallatöluna. Það tilgátupróf jafngilt því að framkvæma tilgátuprófið til að kanna hvort það sé einhver fylgni milli svarbreytunnar og skýribreytunnar. Þá gerum ráð fyrir það sé til einhver sönn þýðisfylgni, að það sé einhver sönn fylgni milli svarbreytunnar og skýribreytunnar. Við metum hana með fylgnin í úrtakinu okkar sem við kallum R. Þessi gríski stafur hérna rho, sem svona eins og gríska R-ið. Við metum fylgnina og samkvæmt úrtakinu okkar, reiknum út þessa lýsistærð hér og þessi prófstærð fylgir T-dreifingu. Þannig að við getum kannað prófa 0 tilgátuna hvort að fylgnin sé 0 eða ekki með því að kanna hvar þessi hérna lýsistærð lendir miðað við T-dreifingu, en núna hefur T-dreifingin n mínus 2 gráður. Og hér lít ég á n sem fjölda paraðra mælinga. Það segir ekki fjöldi mælinga á skýribreytunni pluss fjöldi mælinga á svarbreytunni, heldur bara annarkvort fjöldin á mælingarna á skýribreytunni eða svarbreytunni. Það er þess að paraða mælinga milli svarbreytu og skýribreytu. Og eins og venjulega þá höfnum við fáum stór eða lítil gildi á fyrir prófstærðina, en höfnum ekki ef að prófstærðin nálægt 0. Þetta var allt sem ég ætla að segja ályktanir í aðhvarfsgreiningu.